Vísindavefurinn.is Fossálsi 13. Komið sæl, í dag hefur verið suðaustlæg átt á landinu og það hlýnaði þegar leið á daginn en síðastliðna nótt mældist 18 stiga frost á nokkrum veðurstöðvum á norðausturlandi og þegar leið á daginn í dag var hiti þar komin yfir 2 stig. En hitin komst hæst í 7 stig á nokkrum stöðum á landinu en seinnipart dags þá kólnaði allhratt suðvestan til. Og ef við lítum hér á stóra kortið frá hádegi í dag, þá lægð hér milli Íslands og Grænlands og úrkomusvæði frá henni liggur hér við suðvestur og suðurströndina en hæð hér yfir Norður-Noregi og lægð hér langt suður í hafi sem stefni beint á Skotland og Írland og hafa verið gefnar út viðvaranir þar vegna þessa veðurs. En næsta sólarhringinn þá að sjá að það verður úrkomusvæði yfir sunnanverðu landinu í nótt og fram á morgundaginn og færist svo hér norður eftir þegar líður á morgundaginn og aðfaranótt laugadags þá kemur úrkomubakki aftur inn á suðvestanvert landið. Og á hitasviðinu þá ekki mikla breytingar að sjá hjá okkur, hitin verður svona rétt í kringum frostmark, heldur svalara tíma og frystir seint í nótt og fram eftir degi á morgun sunnanvert landið en svo að sjá að hitinn verði svona víða rétt frostmarkið. Og það hafa verið gefnar út viðvaranir á Suðurlandi og Suðausturlandi vegna snjókomu í kvöld og fram á nóttina og eru þær í gildi núna hér á Suðurlandi og það fyrst og fremst í uppsveitum og austan til á Suðurlandi og á Suðausturlandi og það þá hér vestan til og þeim slóðum. En vindurinn suðaustlægur hér allt norðanvert landið en mun hægari vindur hér sunnan til og viðvaranirnar falla svo úr gildi þegar líður á nóttina og á morgun reiknað með að það verði einhver úrkoma hér austan til á landinu en einnig gæti komið einhver él seinnipartinn á morgun og annað kvöld vestan til. Þannig að á miðnætti í kvöld þá eru viðvaranir enn í gildi út af snjókomu á Suðurlandi og það má reikna með að færð gældi spilst hér allra syðst en einnig búist við að verði víða slitta eða snjókoma mestallt land og svo á morgun útlit fyrir austlæga átt hér austan til á landinu með slittu eða snjókomu með köflum, skýja með köflum vestan til á landinu og fremur rólegu vindur og gætu verið einhver él þar af og til en úrkomu meira seinnipartinn og annað kvöld og hitinn verður svona rétt í kringum frostmarkið. Og svo fram til laugadags og annað kvöld þá úrkoma hér að reiknast sunnan og vestanvert landið og einnig hér með köflum austan til og fram til laugadags þá að sjá að þessi úrkoma verður hér viðlóðandi bæði vestan og sunnanvert landið en einnig norðaustan til þegar líður á laugadaginn þannig að engin landshluti fer varhluta af því að það verður slitta eða snjókoma á laugadag. Og miðjan dag á laugadag gæti staðan verið þessu lík, róleg breytileg átt mestallt norðanvert landið en vestan strengur hér allra syðst, snjókoma með köflum eða slitta við ströndina og hitinn svona rétt og yfir frostmark við ströndina en kaldara inn til landsins. Og svo fram til sunnudags útlit fyrir norðlæga átt, einhver dálítil él verða norðan til á landinu en skýja með köflum eða bjartviðri sunnan til og þá má reikna með að verði víða vægt frost en talsvert frost inn til landsins þar sem verður bjartast. Og svo á mánudag útlit fyrir austlæga vindátt hjá okkur, skýja með köflum og yfirleitt þurrt og hitinn svona rétt og undir frostmarki hjá okkur. Og ef við lítum hér örsnöggt til meginlands Evrópu og þá fyrst og fremst til Bretlandseyja, þá lægðin sem fer þar yfir í nótt og á morgun að valda því að það verður óveður bæði á Írlandi þar sem hafa verið gefnar út rauðarviðvaranir og einnig hafa verið gefnar út appelsínugula viðvaranir á norðanverðum Bretlandseyjum. En það vissara að fylgjast nánar með þessu á morgun. En hjá okkur gert ráð fyrir því að það verði austlæg átt á morgun, einhver úrkoma austanvert landið en yfirleitt þurrt vestan til. Verið sæl.